10 og kakan komin á ofninum. En nú ég með valkþía, hvort ég að gera, bara setja krem á hana, eða hvort ég að gera cake pops, af því mér langar svolítið mikið í cake pops. Cake pops sko eitt af uppáhalds eftirréttunum mínum, eða svona bökunar dæminu mínu. Brynjar, hvort á ég að gera köku eða cake pop? Cake pop? Ég alveg sammála. Þá ger ég cake popsið og kaupi sér hvít súkkulaði á morgun og geri utan þau og þá get ég borðað á. Ok, spennt, láta sér cake pops. En annars ég bara að eiga mjög cozy kvöld með að horfa á Love Island. Ég að horfa á USA-seríuna á Love Island. Af því ég bara átti alltaf eftir að horfa á hana. Ég held ég komin að bara eitthvað 4. þátt núna. Hún svo góð og líka, ég veit ekki, mér finnst eiginlega léttar að detta inn í hana. Mér finnst alltaf erfiðast að byrja að horfa á Love Island svona meðan þú ert að kynnast karakterunum. En út af núna veit ég hver allir eru því ég búin að sjá alltaf TikTok og ég búin að horfa á viðtöl við þau og okkar lala. Þannig að mér finnst svona, mér finnst mér gaman að sjá að ég alveg frekar dottin inn í þetta. Ég búin að vera í rosamiklu vloggstuði seinustu daga. Postaði helginni á TikTok af því ég búin að vera mjög lélega að posta á TikTok. Ég búin að vera meira í YouTube-stuði heldur en TikTok. Ég held að sé bara svona haust-væpið af því mér finnst haustið vera svo mikið YouTube-væp. Eða svona, ég veit ekki, það svona YouTube season. Ég var að posta líka í story að mér langar að hafa Q&A á YouTube. Bara bráðum, ég ætla að byrja að safna í spurningar. Komið með nokkrar. Þannig að ef þið eru með eitthvað spurningar sem þið vilja að ég svari í Q&A þá geta annarkvæmt kommentað það hérna fyrir neðan. Sent mér skilaboð á TikTok eða Instagram eða eitthvað. Og ég skal svara því í Q&A myndbandinu. En já, ég ætla að gera smá lokk fyrir ykkur. Ég að fara í litinn á morgun. Ok, ég að sýna ykkur mynd hvað ég að pæla. Málið að ég haldi ég þurfa að klippa svolítið að því til þess að bara halda því heilbrigðu og flotti. Það er smá pirrandi stigi núna. Þannig ég að pæla að klippa og ég held að ég verði bara ánægð með að stytta hárið ef það platinum blonde. Og ég sko bæði stressuð að hún nái ekki að gera mig eins og þessi mynd. Og svo ég líka stressuð að hún nái því, en ég mun ekki fíla það. Svo kannski fæ ég mér eitthvað allt annað. En þetta alltaf planið mitt núna, kvöldið áður. Ég ætla bara að taka ykkur með mér, allavega inn í morgundaginn. Ætli ég taki ekki nokkra daga. Sjáumst á morgun. Góðan daginn, klukkan 10:09 og ég svolítið tæp á því að verða sein. En ég held ég muni mæta örugglega bara svona 1 mínútu í það akkurat. Ég vaknaði sko 8 til þess að hafa nógan tíma. Úlfur var ennþá sofandi en ég hefði alveg getað sofið lengur. En að því ég að reyna að vakna, þú veist, ekki bara rétt fyrir og þurfa að bruna út. Ég reyna svona að vakna og geta svona fengið mér engiferskot og kaffi. Ég reyndar Ég tek alltaf svo góð með mér ef ég fyrir morgun í litun. Það bara eitthvað svona ritual. Mér svo cozy að fá mér það í stólnum. Við sjáum hvað verður. Ok, hæ, ég búin í litun og klippingu. Ég lefði þann alveg að taka svolítið að hárunum mínu. Það var, veit ekki, það var kannski hér. En það var svolítið tætt. Og ég var með ógeðslega random layers sem komu bara einhvern veginn náttúrulega. Þú veist, ég var klippti ekki layers. Þannig ég leiði að jafna það og það looking healthy. Ástæðan okkur ég með hárband. Ég skal sýna mér. Sko, ég ætla að byrja því að segja, ég elska hárum mitt alltaf miklu meira eftir fyrstu sturtun og eftir litun. Út af því að, já, bara, ég veit ekki, ég fíla bara stíla hárum mitt sjálf og eitthvað. En oh my god, so good, so cute. En helst ástæðan okkur ég með hárband í dag að því að, veit ég hvort, ok, já, halló, ég með bólu. Ég man ekki hvernig ég fekk bólu seinast, svo notaði ég make 2 daga í röð. Ég sko notaði make á svona mánaðarfresti, 2 mánaðarfresti. Svo notaði ég make 2 daga í röð og ég fekk bólu. En já, hvað sé? Tónerinn tók út af við vorum alveg að reyna að hafa engan gulan tón, þannig að það alveg svona smá fjólublátt og svona öðru svo litin hérna fremstu lokkarnir. Þannig að ég ætla að vera með hárband í dag. En Brynjar við sérst fyrir utan hjá foreldrum mínum núna. Brynjar að fara út með hundinn fyrir þau. Ólafur hérna aftur í rosa hljóðlátur og stilltur. Við erum á leiðinni á Brikk að borða. Sjá, táturinn. Ja, þetta cool. Já, við erum á leiðinni á Brikk að borða.
því hárið það er svo silfrað hérna fremst út af tónernum. Ég fíl það, en það er eitthvað alveg bara grátt hvítt hérna fremst. Þetta er það sem ég baði það. Ég vildi vera platinum, en mér er búið að ganga svo sjúklega vel að halda mér í rútínu. Ok, sorry, sjónvarpið er ótrúlega hátt. Hvernig segja, já, ég er búin að vera bara, rútína mín er búin að vera bara ógeðslega góð síðan ég gerði fyrsta Ágúst Reset myndbandið. Það er búið að hjálpa mér svo mikið að bara gera bæði Ágúst Reset, September Reset og bara svona, ég ætla bara að gera þetta í hverjum einsta mánuði, bara fara yfir mánuðinn. Ég ger alltaf plan fyrir vikuna, núna var ég að gera matseil fyrir vikuna. Í kvöld ætla ég að gera kjúklingur í Brynjar og grænmetis svona, ég held að þetta heitir sumarrúllur, en ég segi alltaf vorrúllur. En þetta er svona ekki svona djúpsteiktar, heldur svona ferskar með grænmeti. Brynjar er farin að vinna, hann tók aukavakt, þannig að ég ætla bara að fara með mat til hans. Ef það væri ekki svona mikill vindur, þá væri ég til í að fara í göngutúr með Oliver í vagninum út af því að eitt af mánaðarmarkmiðunum mínum var 1 langur göngutúr í viku og það er ekki alveg búið að ganga upp. Ég nenni ekki að vera bara ógeðslega mikill vindur sem það er núna. Smá chill time og svo byrja út á þvott og elda. Góðan daginn! Ég er bara að fara að labba út á æfingu. Taka kaffi mitt með mér. Það er mikið að sníkja, sko. Ég var svo lítið að nenna að klæða mig og fara á æfingu. Ég var bara á nokkur skriði aftur upp í rúm og leggja mig. Að því líka Brynjar ætlaði að koma með mér. Brynjar ætlaði að koma með mér á æfingu í dag. Út af hann er í fríi. En hann er hann veikur. Ég er með allt út mitt klárt. Ég fer alltaf bara í sturtu í gyminu. Hundurinn mín er að deyja, þannig ég ætla að skilja hann eftir heima. Kannski næ ég að taka eitthvað upp af æfingunni á síma minn ef það er ekki margir þarna. Já, ég ætla alltaf að fara á æfingu. Ætlar þú að koma með mér? Hæ, ætlar þú að koma með mér á æfingu? Ok, gymmið sem ég legg eðast fyrir í, ef þú kemur eitthvað eftir klukkan 9 þá eru bara öll stæðin full og vanlega er ég komin, þú veist, fyrir það. En núna er klukkan 10:30. Hérna er stæði, en þau eru svo fucking lélega lögð að ég kemst ekki í það. Hvað er þessi gæi að gera? Þú veist, þetta er ekki eins og stæði, hann er bara bókstaflega út á miðri götu. Ok, allavega. Og ég ætlaði að reyna að tróða mér í þetta stæði, þannig að kom annar bíll og ég hleypti hann bara fram hjá mér. Herðu, hann fekk fucking stæði sem ykkur var að fara úr. Sorry, ég er að blóta. Það er fátt sem pirrar mig jafn mikið. Herðu, hann er að fara! Haha! Fekk stæði. En ok, ég mætti á æfingu. Ég ætla taka langa æfingu. Ég er að fara að elda kvöldmat. Krista, gera svona. Þetta er svo leir. Það er plast utan þetta bara. Vá! Það er svo leir að koma við, þetta er satisfying. Mátt leika aðeins með þetta. Ég gerði þess að deig til þess að gera grísk flatbread, heitir það. Af því ég er að fara að gera svona shawarma pítu eða eitthvað. Og ég ætla bara að fara að byrja að steikja kjúklinginn. Ég ætla reyndar ekki að fá mig kjúkling af því ég græmseta. En ég keypti vegan kjúkling kúlabitar. Og ég ætla bara að krydda þetta alveg eins og ég gerir fyrir Brynjar. Já, loka. Ok, Oliver. Hann er með æði fyrir Óla Prygg. Ef að gera Óla Prygg? Ok, tilbúinn. Punktu, punktu, komma, strik, þetta er hann Óli Prygg. Hálsinn mjór, bumban stór. Svo koma hendur. Sjá hvað hann stendur. Hár. Nú er Óli klár. Hvað lélegur penni.
Aftur. Þannig ein fyrir Brynjar, kjúklingur og grænmeti. Og svo kemur bara... svona. Brynjar sagði að þetta væri mjög gott. Ég ætla að smakka mína, þessi með vegan kjúlanum. Mjög juicy. En annars segi ég bara takk fyrir að horfa. Endilega subscribe-ið ef þið viljið svo meira. Og sjáumst næst.